Næst mun ég fjalla skólastarfið og árangur nemenda. Skólastarfið er farsælt. Það er lítið deilt. Innan veggja skólans vinna nemendur, kennarar og starfsfólk frábært starf sem eru margt eftirbreytni vert. 2 ára stúdentspróf sem skólinn býður er einstakt. Niðurstöður könnunar innan Háskóla Íslands sýna að einkunnir nemenda hraðbrautar eru undir meðaltali. Þessu er til að svara að skólinn er ungur og ýmsir vankantar hafa verið sniðnir af starfi skólans á starfstímanum. Skólastarfið hefur tekið framförum. Við teljum að ekki sé hægt eingöngu að horfa til meðaltala þegar meta skal árangur nemenda hraðbrautar. Til þess eru nemendur skólans í þessari könnun allt of fáir og of stutt síðan skólastarf hófst. Einnig þarf að skoða slíkar tölur með gagnrýnum augum af öðrum ástæðum. Bera þarf saman val námsgreina og bera saman staðalfrávik einkunna. Vegna þess að nemendur hraðbrautar eru svo fáir vega einkunnir einstakra nemenda mikið í svona könnun. Ýmislegt bendir til að stúdentar skólans hafi í miklu mæli valið erfiðar námsbrautir þar sem þekkt er að einkunna meðaltöl eru lág eins og til dæmis í læknisfræði. Gera þarf því könnun yfir lengri tíma ef marktæk niðurstaða á að fást í þessum efnum. Að auki má nefna að í könnun sem gerð var á meðal grunnnema í Háskóla Íslands í apríl síðastliðnum kom fram að 80,4% nemenda sem kom úr menntaskólanum hraðbraut voru mjög ánægð með undirbúning sinn fyrir háskólanám. Aðeins nemendur 4 annarra framhaldsskóla voru jafn ánægðir með undirbúning sinn. Þessi góði árangur er enn athyglisverðari þegar haft er í huga að stúdentsprófi ljúka nemendur hraðbrautar á aðeins 2 árum en ekki 4 eins og í öðrum skólum. Ekki er rétt sem fram hefur komið að það standi í þjónustusamningi ríkisins við menntaskólan hraðbraut að skólinn eigi eingöngu að sinna bráðgerðum nemendum á aldrinum 16 til 18 ára. Rétt er að þegar að stað var farið í upphafi var lögð á það áhersla að skólinn myndi þjónusta þennan markhóp. Fljótlega kom hins vegar í ljós að annar hópur sótti í skólan og var þá hægt að horfa eingöngu til þessa hóps ungra nema og í dag er ekki minnst á þann hóp í þjónustusamningi né í fylgigögnum við hann. Menntaskólinn hraðbraut hefur komið til móts við stóran hóp fólks sem er 18 ára eða eldra og hefur vilst að menntaveginum. Skólinn býður þessum hópi raunhæfan kost til menntunar og veitir þeim það aðhald sem þarf til þess að ná árangri. Ég bendi á hér að Katrín Jakobsdóttir ráðherra undirritaði samstarfssamning við Samtök atvinnulífsins í síðasta mánuði að lækka hlutfall þeirra sem engu formlegu námi hafa lokið eftir grunnskóla úr 25% eins og hlutfallið er nú í 10% á næstu árum. Ef einhver alvara á að vera bak við undirritun samkomulagsins verður að gefa þeim sem orðnir 18 ára tækifæri til að koma tilbaka í framhaldsskólana ef þeir kjósa. Verði það gert er engin annar kostur hagkvæmari fyrir bæði nemendur og íslensku þjóðina en menntaskólinn hraðbraut.